Já, og af því að við töluðum frið að þá hafa ýmsir haft samband við fréttastofuna í dag vegna þess að hvað eftir annað í dag hefur sést regnbogi eins og hann gerist fallegastur nánast beint yfir höfða fundasta leiðtogana. Þetta segja menn að minni á þjóðsöguna regnbogann og frásögn Gamla testamentsins að Guð hafi sett hann á himinin eftir Nóaflóðið sem fyrirheit að hann myndi aldrei eyða heimsbyggðinni framar. Og ef til vill regnboginn yfir höfða friðarmerki og táknum að árangur verði að viðræðum valda mestu manna heims í höfða nú helgina. Þetta. Já, Sovétmenn héldu fund með... Já, við skjótum hér aðeins inni, við vorum að fá þessa mynd frá ljósmyndara Hvíta hússins. Það mjög fátt tækifæri til þess að taka myndir þarna inni, en þarna Davíð Oddsson borgarstjóri að bjóða þá Reagan og Gorbachev velkomna. Já, en Sovétmenn héldu fund með fréttamönnum í dag á Hótel Sögu og kom þar fram með Grigorij Arbatov, einn helsti sérfræðingur Sovétmanna í málefnum Norður-Ameríku og meðlimur sovjesku vísindaakademíunar. Arbatov sagði meðal annars á fundinum að Sovétmenn væntu mikils af fundum leiðtogana hér í Reykjavík og hefði að þeirra mati of lítið verið gert úr væntanlegum árangri þeirra. Hann sagði ennfremur að megin áhersla Sovétmanna í viðræðunum í dag og á morgun yrði á takmörkun kjarnorkuvopna. Óhætt að segja að sótt sé að Reagan forseta úr báðum áttum á sviði hernaðarmála þessa dagana. Í Reykjavík það Gorbachev sem að reyna að hafa áhrif á stefnu Bandaríkjanna í afvopnunarmálum, en vestra það þingið sem sækir að honum í sambandi við útgjöld til hernaðar. Seint í gærkvöldi voru samþykkt í bandaríska þinginu bráðabirgðalög sem eiga að gilda fram yfir áramót eða þar til þing kemur saman að nýju, en í bráðabirgðalögum þessum hafa fjárveitingar til ákveðina þátta varnarmála verið skornar niður umfram það sem Reagan hefði viljað. Því jafnvel talið að Reagan muni beita neitunarvaldi sínu í dag til þess að koma í veg fyrir að lögin taki gildi, sem þýðir að þingi verður að koma saman að nýju strax eftir helgina til þess að finna aðra lausn, en lögum samkvæmt mega ríkisstarfsmenn ekki koma til starfa fyrir en að nýr fjárlega rammi hefur verið fundinn og samþykktur. Ágreiningurinn á sviði hernaðarmála stendur fyrst og fremst fjárveitinga til tilrauna með kjarnorkuvopn og fjárveitinga til ýmissa vopnakerfa sem ekki í samræmi við SALT 2 samkomulagið. Og á meðan þeir Reagan Bandaríkjaforseti og Gorbachev leiðtogi Sovétríkjanna sátu á rökstólum í Höfða gerði eiginkona hins síðarnefnda, Raisa, sér farum að kynnast Reykjavík. Raisa Gorbacheva lét svo ummælt við fréttamenn þegar hún heimsótti sundlaugarnar í Laugardalnum í morgun að hún hefði ekki getað látið ónotað þetta tækifæri til að komast til Íslands sem hún hefði heyrt margt áhugavert Við hjónin skiptum með okkur verkum, sagði hún. Hann vinnur en ég ferðast og verð svo að segja honum frá því sem fyrir augu hans ber vera augu hans líka. Raisa lagði upp ásamt fylgdarliði frá skemmtiferðaskipinu Georg Oates laust eftir klukkan 10 í morgun. Fyrst var farið í skoðunarferðum bæinn og byrjað í Laugunum. Þaðan var ekið Breiðholtið stund en síðan haldið í Árnasafn. Í Árnasafni tók á móti Raisu Ólafur Halldórsson handritafræðingur og sýndi henni ýmis handrit, meðal annars konungsbók Eddukvæða og Heimskringlu. Var dvalið þar góða stund því að hún hafði margs að spyrja. Síðan skiptust þau á gjöfum. Gjöf Raisu til safnsins var litprentun af handriti af söguljóði herferðir Ígors konungs. En henni var færð litprentuð útgáfa af Helgastaðabók þar sem segir frá sögu heilags Nikulásar sem í eina tíð var þjóðardýrlingur í Rússlandi. Næst var haldið í Þjóðminjasafnið þar sem hún valdi að skoða tréskurðargripi og þjóðbúninga og þar færði hún safninu að gjöf tösku með ýmsum þjóðlegum gripum frá ýmsum stöðum í Sovétríkjunum.
Að loknum hádegisverð í ráðherrabústaðnum heimsótti hún Alþingi, ræddi við hóp unglinga í æfingadeild Kennaraháskólans og skoðaði listasafn Einars Jónssonar, en frá þeim heimsóknum hennar verður sagt í þættinum leiðtogafundinn að loknum fréttum. Eftir fyrsta dag á Íslandi hafði Raisa Gorbatsjova meðal annars þetta að segja. Would you care to comment a little on your first day in Iceland? Вы не можете прокомментировать ваши первые пребывания здесь. Прекрасно. Я еле стою на ногах. Very beautiful day, but I'm hardly staying on my feet. У меня столько впечатлений. There are so many impressions here. Я должна их осознать. I must understand. Eftir klukkustunda þóf í mynni Kollafjarðar gáfust grænfriðungar upp fyrir íslenskum stjórnvöldum og létu af áformum að sigla inn í Reykjavíkurhöfn. Það var laust fyrir klukkan 3 sem grænfriðungar létu akkerum í mynni Kollafjarðar og héldu áleiðis til Hafnarfjarðar. Þá hafði staðið í þófi frá klukkan 9 í morgun þegar Sirius kom, en varðskipið Týr hindraði för þess og var grænfriðungum sagt að þeir mættu leggja það bryggju í Hafnarfirði en alls ekki í Reykjavíkurhöfn. Já, nú klukkan að ganga 5 og Sirius að leggja bryggju hér í Hafnarfirði. Þeir grænfriðungar hafa staðið í samningaviðræðum við íslensk stjórnvöld í allan dag þar sem komið hafi við sögu öryggisverðir hjá stórveldunum báðum. En þeir urðu að láta undan, þeir sigldu inn til Hafnarfjarðar og heimspressan hingað komin til að festa þetta á filmu og þar með hafa þeir væntanlega náð sínum tilgangi. En af hverju skildu þeir hafa lagt að bryggju hér í Hafnarfirði? Af hverju skildu þeir hafa gefið eftir að hafa haldið því svo stíft fram að þeir vildu leggja Sirius að bryggju í Reykjavíkurhöfn? The Icelandic officials, including the Prime Minister, had no objection to our going to the Eastport, but that the security officials for the U.S. and the Soviet delegations insisted that we not be permitted. And so the question then was whether we continue to negotiate, at which point it might be tomorrow before they let us into the port and the summit would be over, or to come here. And since we came in the spirit not of confrontation, but in the spirit of making an appeal to the leaders and to the people of the world and the news media, we decided that we would come here and get on with our work. Fréttastofan hafði samband við Steingrím Hermannsson forsætisráðherra og Þorstein Geirsson ráðuneytisstjóra í dómsmálaráðuneytinu vegna staðhæfinga grænfriðunga að sovjetmenn og bandaríkjamenn hefðu tekið ráðin af íslenskum stjórnvöldum og forsætisráðherra. Þeir vísuðu þessu alfærið á bug. Steingrímur sagði að aldrei hefði komið til umræðu að hleypa Siriusi inn í Reykjavíkurhöfn eða Sundahöfn. Þá sagði Þorsteinn að málið hefði ekki einu sinni verið borið upp við bandaríkjamenn eða sovjetmenn. Aldrei hefði komið til greina að hvika frá þeirri ákvörðun að hleypa Siriusi ekki inn til Reykjavíkur. Gífurleg öryggisgæsla var viðhöfð umhverfis Höfða fundarstaðleiðtogana þegar þeir hittust þar í dag og talið að 700 manns hafi sinnt gæslustörfum á svæðinu. Það var þrútið loft og þungur sjór meðan beðið var eftir komu leiðtogana tveggja að Höfða, móttökustað Reykjavíkurborgar klukkan 10 í morgun. Yfir svæðinu sveimaði þyrla landhelgisgæslunnar, varðskip lónuðu undan landi og mörg hundruð manna lögreglu og björgunarsveitarlið stóð vörð umhverfis fundarstað leiðtogana. Á húsþökum gat að líta sérþjálfaða víkingasveitarmenn sem fylgdust grannt með öllu sem var að gerast á svæðinu og óeinkennisklæddir öryggisverðir í skotheldum jökkum spásseruðu umhverfis fundarstaðinn. Sjónvarpsmenn voru að sjálfsögðu á staðnum og meðan við biðum tókum við viðstadda tali. Þór Gunnarsson, þið eru hérna allmargir björgunarsveitamenn. Hvað eru þið margir? Rúmlega 200 frá Kristjáníþjóðlaginu og 200 aðrir, 400 allt í allt. Það er skátar og flugbjörgunarsveit líka. Og hvert verður ykkar hlutverk hérna? Við eigum að standa hér röð í kringum svæðið og sjáum að óviðkomandi fari ekki inn á svæðið. Innan við okkur standa síðan lögreglumenn og mér skilst að innan við þá standi síðan öryggisverðir höfðingjana sjálfra. Og eru þið með eitthvað svona neyðarplan ef eitthvað ber út af? Nei, við höfum bara þau fyrirmæli að reyna að sjá til þess að það sem ætlar inn fyrir en gera þau ekki og ég reikna þá með að það séu aðrir sem ekki að taka málunum með einhverjum alvöru aðgerðum með okkur teksta ekki með svona venjulegum mannlegum samskiptum. Mitt hlutverk að stöðva alla umferð sem kemur hérna Höfðatúnið
bættir umferð Borgartún. Það er engu bíla hérna inn. Á meðan allur þessi viðbúnaður var viðhafður umhverfis Höfða, brugðum við okkur á lögreglustöðina í Reykjavík þar sem lífið gekk sinn vanagang. En við spurðum Einar Bjarnason, lögregluvarðstjóra, hvaða áhrif umstang leiðtogafundarins hefði haft á almenna löggæslu í borginni. Sitt hvað hefur verið laust í reipunum varðandi almennu löggæsluna. Það hefur verið lagt meira upp úr því að hitt gengi snurðu laust, en ég held að þetta hefur lukkast og muni gera það. En hvernig finnst ykkur með viðbrögð almennings? Hefur almenningur skilning á því sem nú stendur til? Sýnir almenningur tillitssemi? Svo sannarlega mikla tillitssemi. Ég held að kappkosti allir að láta þetta fara vel fram og það séu allir stoltir af því að þetta skuli alltaf ganga vel. Var þetta meira og þyngra verkefni heldur en þið áttuð von á? Ég held að þetta gangi betur heldur en búist hafi verið við. Já, og frá öryggismálum yfir í míkrimál, því fulltrúar Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna afhentu íslensku þjóðin í dag friðarkyndil heimslaupsins, en friðarlögin hefur nú verið tendraður í 19 löndum. Íslendingar hófu sitt friðarhlaup á Keflavíkurflugvelli í morgun. Það var laust fyrir klukkan 7:30 í morgun að Bjarni Friðriksson júdómaður tók við friðarkyndli heimslaupsins á Keflavíkurflugvelli úr höndum Bandaríkjamannsins David Gerson, sem er upphafsmaður heimslaupsins í þágu friðar. Í rigningu og slyddu var haldið á stað til Reykjavíkur. Hvað verður lengi til Reykjavíkur? Eða allur hópurinn? Allur hópurinn verður cirka 4 tíma. Gangi ykkur vel? Takk fyrir. Þekktir íslenskir íþróttamenn skiptust á að hlaupa með friðarkyndilinn undir kjörorðinu Tryggjum heimsfrið fyrir börnin okkar. Þegar til Reykjavíkur var komið lögðu hlaupararnir leið sína í Hljómskálagarðinn, þar sem friðarkyndillinn var formlega afhentur forseta Íslands fyrir hönd íslensku þjóðarinnar. Kæru vinir allir, nær og fjær, veitið heiminum tækifæri, börnin þarfnast friðar, er boðskapur sem fylgir þessum friðarkyndli Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna. Megi friður fylgja þessum loga. Steingrímur Hermannsson forsætisráðherra tendraði friðarlogan sem mun loga hér á landi til næstkomandi mánudags, en þá hann færður til Jerúsalem. En hvaða gildi hefur þetta hlaup fyrir friðarviljan í heiminum? Það gefur auga leið að í hvert skipti sem að við hittumst saman, foreldrarnir og börnin, í þessu markmiði, þá hlýtur að vera tekið eftir því. Og ekki síst er tekið eftir því meðal barnanna. Og þeim er gefin svo von að það sé verið að berjast fyrir friði og þeirra framtíð. Það er aðalgildi samkomu sem þessar. Engin hreyfing hefur verið á viðræðum saltsíldarkaup Sovjetmanna á næsta ári, en viðræðunum var frestað í gær. Að sögnu Gunnars Flóvens, framkvæmdastjóra síldarútvegsnefndar, er ekkert vitað hvenær þær hefjast að nýju. Alexei Russov, fulltrúi sovjeska innflutningsfyrirtækisins Protintorg, er enn hér á landi, en ekki tókst að ná tali af honum þar sem hann var út úr bænum í dag. Ekki er vitað hvort hann fer af landi brott áður en viðræður hefjast að nýju. Hópur gyðinga frá Ísrael, Bandaríkjunum og jafnvel víðar að úr heiminum er nú staddur í Reykjavík í tilefni af fundi leiðtoga stórveldana hér. Erindi gyðinganna er meðal annars að vekja athygli á mannréttindamálum og málefnum gyðinga í Sovétríkjunum. Í dag efndu gyðinga sem staddir eru hér á landi í tilefni af fundi þeirra Reagans og Gorbatsjovs til helgistundar til bænahalds við Melaskólann í Reykjavík. Þeir buðu kristnum mönnum að taka þátt í þessari helgistund.
Það hluti af trúarhefð gyðinga að þegar erfiðleikar steðja að efna þá að gera þá bæn sína í alfara leið. And we today hold the services outside, according to our tradition, that when in time of struggle for our brethren in the Soviet Union, we take the art scroll and the table outside and pray. And that's why we are here. And we do something so simple, so trivial, that everyone understands that one should do it. And our brothers over there are not allowed to do it, not outside and not inside. And that's why we are here to pray for the peace of the world, for the basic human rights. Therefore, we pray here. Today is the last Saturday before the most holy day for us. It is Yom Kippur, the Day of Atonement, the day that we believe that God judges us for the next year by our deeds in the last year, and we get what will happen to us in the next year. So this Shabbat before Yom Kippur, that is on the 13th of this month, this is the most holy Shabbat. And this is a special prayer that we are having. But having in mind this meeting of Mr. Gorbachev and Ronald Reagan, the President of the United States, you are coming here because of that meeting.